Mér hefur alveg frá fyrsta degi alltaf liðið vel sem stjórnandi og ég fékk mitt fyrsta stjórnendastarf eftir nám þegar ég ég er 30 og síðan verði náttúrulega framkvæmdastjóri mjög ung líka og þá ekkert aftur snúið og auðvitað var maður að takast á við erfið verkefni. Ég meina þegar ég að vinna fyrir Q8 út í Danmörku og þau kaupa BP og ég allt í einu komið tiltölulega stórt svið og þá átti sér stað ákveðin endurskipulagning og ákveðið fólk að láta fara og nýtt ráð inn og þegar maður búinn að búa til sitt teymi að þá gekk það mjög vel. Ég held að sé kannski það sem kenndi mjög snemma að velja gott fólk með mér. Margrét stjórnandi sem finnst mjög gaman að vera stjórnandi og þetta svona eitthvað sem ég held ég á alla tíð stefnt að verða og mér finnst mjög gaman að vinna með fólki. Ég ábyrgðarfull stjórnandi, þannig ég tek á málum en oftast hefur það tekist vel, einstöku sinnum kannski ekki alveg eins og ég hefði viljað en ég vil þekkja mitt fólk og hef komið mikið til dæmis í núverandi starfi kem ég meira að minna öllum starfsmannaráðningum vegna þess að ég vil skipta máli að vera með gott fólk og þekkja það, skilja það og skapa þannig umhverfi að fólk þrífist, líði vel og þannig að orkan af vinnustaðnum þurfi ekki að fara í það að vera í innri deilum eða vera ósáttur við sína yfirmenn eða samstarfsmenn heldur þessi ákveðið öryggi að ef það kemur eitthvað upp sem alltaf gerir á öllum vinnustöðum að þá sé því sinnt, þessi tekið alvarlega á því og málin séu leyst. Öðru leyti held ég sé mjög lausnamiðuð. Mér eiginlega nákvæmlega sama hver á hugmyndina. Ef lausnin góð að þá ég sátt. Ég stundum að hugsa það eftir á þegar við erum búin að innleiða eitthvað. Hvaðan kom þessi hugmynd? Vegna þess að það að vinna í hóp með öðrum og finna það að styrkur hópsins meiri heldur styrkur hvers og eins finnst mér líka alveg rosalega spennandi. Mér finnst áskorun að halda sig við, halda áfram að gera nýja hluti. Að staðna ekki og segja ok, nú ég komin hingað og nú þetta bara orðið fínt. Og ég hef nú stundum snúið málshættinum við maður lærir svo lengi sem maður lifir í að maður lifir svo lengi sem maður lærir. Til dæmis eins og að taka að mér að vera stjórnarformaður í N1 fannst mér mikil áskorun. Mjög gaman að finna að það hægt að nýta heilmikið þá reynslu sem ég hef en auðvitað það líka ákveðið nýtt hlutverk, ákveðið hluti sem ég þarf að læra þar. Þannig að svo lengi sem ég að því, þá held ég áfram. Það hefur stjórnarseta fyrir mig hefur bara komið. Ég hef verið beðin það og ég held að það hefur komið sem afleiðing af því að ég hef búin að vera stjórnandi í það mörg ár að ég hef verið beðin að taka þátt í þeim stjórnum sem ég tek þátt í og ég hef verið beðin að taka við formennsku. Ég held hins vegar að það sé mikilvægt að tryggja ákveðið tengslanett og núna farið að myndast út í atvinnulífinu tengslanett kvenna. Það eru komnar konur sem eru komnar í stöður þar sem þær hafa mikil áhrif á hverjir að taka þátt.